Jón, það náttúrulega mikið rætt Laugardalshöllina, bara númer 1, 2, 3 byrju kannski bara á þessari þjóðarhöll sem að er væntanleg. Já. Ertu einhver nær hver staðan á henni? Já, sko, það alltaf ferli veit ég og ég veit að það liggja fyrir ákveðnar teikningar og ég held að sé bara dagarspursmál hvenær sá pakki verður opnaður og ég held að það teikningar sem búin að vera í dómnefnd og ég arkitektadómnefnd og svona varðandi skipulag, svo koma peningar inn í það. Þannig einhvern veginn samtalan af því skilur við einhver svo færið út frá dómnefnd og svo kostnaði þjóðarallan og mun ráði hvað höll verður valinn og mér bara sagt að það sé allt í ferli og bara mjög spennandi. Vonandi bara næstu viku sem við fáum að sjá hvernig það kemur til með að líta út. Því á sig vitið þið eitthvað meira heldur en almennur borgari og það taka eitthvað meira þátt í þessu heldur en aðrir? Nei, við erum náttúrulega kannski komum bara að, þegar var að vera búið til útboðslýsingu, hvaða væntingar og kröfur voru með til, sko. Svo þetta bara algjörlega í lokuðu ferli og við bíðum bara eins og aðrir spenntir eftir að sjá hvað kemur upp úr pakkanum. Það framöndan 2 landsleikir gegn Svíum á heimavelli, langt sem við fengum jafn sterka þjóð hérna heim til Íslands en kemur alltaf mörgum óvart að þeir landsleikir skuli ekki fara fram í Laugardalshöllinni heldur í ykkar heimavelli formanns og varaformanns HSÍ, Kaplakrika og Valsheimilinu. Af hverju eru þessir vellir fyrir valinu? Í grunninn eins og bara búið að ræða, þá var Laugardalshöll upptekinn og við getum líka alveg tekið okkur þar. HSÍ var ekki búið að bóka þessa daga fram í tímann, þannig að þessi staða bara kom upp og svo kannski eins og kom fram á blaðamannafundinum áðan að þá er þetta bara hús sem hafa haldið stóra Evrópuleiki, halda vel utan við leiki og þetta er hús sem við treystum okkur til að halda þessa viðburði í og gera vel og búið til bara mikla og góða og örvandi stemmingu fyrir áhorfendur. Talar einhver mannleg mistök, hvar liggja þessi mistök að HSÍ hafi ekki verið búið að bóka höllina fyrir tilsettum tíma? Já, maður kannski svona bara skipulagsdæmi okkur og maður þarf að skoða hvenær höllin er bókuð í hvaða íventa og það var ekki bókað þeim tíma höllin fyrir okkur og við bara vonuðum sér til að hann myndi ganga upp, það gekk ekki upp og við getum alveg velt okkur við því endalaust, þetta er bara staða núna en ég get alveg fullyrtið það og líka sem hefur kannski ég ætla ekki að segja komir óvart hvað Laugardalshöll skiptir miklu máli. Það skiptir bara bæði leikmenn, þjálfara, þjóðanakara að spila á þeim stað þannig að við erum nú þegar búin að setjast niður og ég veit að Sólveig framkvæmdastjóri er búin að bóka Laugardalshöll fyrir komandi landsleiki fram í tímann eins og hægt er þannig að það verður okkar höll og svo vonandi bara þegar þjóðarhölli kemur þá verður það okkar fasti leikstaður. Æfingarleikir á móti Svíum bæði í Kaplakrika og í Valsheimilinu með áhorfendur gera ráð fyrir að það verði eitthvað svona meira einhver viðburður í kringum leikina, þú veist, eða verður þetta bara maður mætir hálftíma fyrir leik og leikinu og búið? Nei, þið þekkja það sem að hafi fylgst með eins og því ég var í val í Evrópukeppni og það verður mikið, við gerum mikið í kringum þetta, það verður svona eins og köllum fanzone sem fólk getur hist fyrir og við verðum með VIP fyrir ákveðna hópa og við komum til með að vera með eitthvað fyrir krakkana, ljósasjó og tónlist þannig að við ætlum að gera alvöru stemmingu í kringum þessu leiki þannig að þetta verður bara skemmtun og bara eins og handboltaleikir eru, það er allt í kringum þetta, fá að hitta strákana, fagna með þeim eftir þetta verður bara mikið skemmtun bæði 19. og 20. mars. Nú, kannski við bara svolítið karlalandsliðið en við getum ekki gleymt kvennalandsliðinu. Þær virðast spila alla sína heimaleiki í bæði æfingarleikjum og í undankeppnum á Ásvöllum. Er það einhver stefna HSÍ að leikindi fari fram á Ásvöllum kvenna? Nei, það er ekki stefna. Sá leikur, næsti leikur sem við komum að spila sem við erum að spila núna 8. apríl í Færeyjum og svo þegar það er búið að ganga vel þar að þá væntanlega að fara í alveg risastóran leik á móti Portúgal 12. apríl. Sá leikur verður á Ásvöllum og erum við væntingar til þess að fylla húsið þar og búið til samskonar stemmingu og við erum að fara í kringum þessa svíjaleiki. Þannig að það er bara sem er framöndan þar og svo bara ítrekka aftur, þetta var til Laugardalshöll að við erum bara vinn í því og það verður okkar framtíðar tónlist að spila okkar landsleiki þar eins og hægt er. En á móti kemur alveg það líka að svo þurfum við líka að skoða, við þurfum að líta ekki svona aðeins tilbaka að þá hafa landsleiki verið spilaðir í Kaplakrika og öðrum stöðum. Landsleikir hafa verið spilaðir á Ásvöllum og þetta er líka alltaf spurning fyrir okkur að spila landsleiki út á landi. Í gamla daga voru spiluð í Ólafsvík og eigum að flytja leiki til Vestmannaeyja að fara til Akureyrar á sína landsbyggðinni. Þannig að þetta er ekki alltaf bara eitthvað einfalt svar Laugardalshöll.basta. Þetta er allt svona partur líka af stærra samhengi. Kom til greina að spila þessa leiki með Svíþjóð út á landi? Það kom ekki í umræðuna núna, nei. Takk.